að pæla að koma með smá update þar sem að ég ekki búin að tala við ykkur ægisjóli. Mér langaði kannski smá að segja ykkur að ég held að ég tók seinast upp þegar við vorum í Vesturós. Ég segi Tómasi frá þessu og hann alveg sjokkeraður. Það er bara sér að klippa það. En okkur fannst þetta ennþá svo ótrúlega, við trúðum þessu ekki ennþá. Og maður bæði svo, það er bara svo skrítið að maður geti bara tekið próf og bara verið bara já, ok, ég ólétt. Ég trúði þessu ekki fyrir en að ég væri búin að fara í Snemmssonar. Og við pöntum tíma og ég hringdi og ég sagði hvenær ég var seinast á blæðingum að þau telja frá því hvenær seinustu blæðingar voru. En þá segir kona með mig í símann að já, þá ertu bara komin með cirka 5 vikur sem þýðir að það er ekki þetta að sjá neitt. En ég þurfti bara einhverja staðfestingu því ég trúði því ekki og Tómas trúði ekki heldur. Við og Tómas förum hann á sunnudeginum 24. og fyrsta sem hún segir er grattis, nýja gravída, sem þýðir til hamingju þið ólétt. En já, ég kannski að gefa ykkur smá update. Núna er ég í Kalmar og ég komin á viku 7 og bráðum viku 8. Ég er ekki enn komin eina svona ógleði. En listi mín svolítið skrítin. Ég fæ svona æði fyrir einhverjum hlutum, svona kemur og svo ferða. Og þú veist, ég gæti hugsað mér að borða kjötbollur í 3 daga. Og svo núna langar mér ekkert kjötbollur. Áður en ég vissi að ég væri ólétt, þá var ég bara borða endalaust af brjóstsykrum. Ég skildi ekkert af hverju. Ég fór og keypti þarna þorskabrjóstsykarnir. Núna, það var að bregða ber. Ég bara endalaust af berjum. Ég vil bara eitthvað ferskt. Ég finn samt að ég er rosa þreytt og mér ætti að vakna. Alltaf bara sem að koma mér á fætur á morgnana er kaffi. Og núna vil ég alltaf sjá kaffi, sko. Mjög skrítið. Þreytt, já, einmitt. Mér langaði að tala kúlu. Ég veit ekki alveg hvernig fólk er að fá kúlu, það víst voða viðsjönd. En ég finnst mikið af fötunum mínum óþægilega, eða svona, mjög óþægilegt yfir þröngum buxum. Mér er ekki komið með eitthvað beint kúlu, en þú veist, þegar ég er búin að vera að borða og drekka og hvað, þá sérst, en kannski ekki alveg snemma á mótnana. Þetta er bara eitthvað svona, eins og ég sé smá hólgin eða eitthvað. Ég ætla að sýna ykkur. Þetta er eiginlega ekki neitt, sko. Svona ef ég dreif hann inn. Það sést ekkert. Það er smá bara svona eins og ég sé smá bólgin hér. Eða hvað. Ég og Tómas alltaf að sjá það. Eða heldum að við sjáum það. Hérna í gær komin í viku 8. Ok, ég er ekki að segja þessi kúla út af að það er baddan minni. Þetta er kúla út af að ég er búin að borða svo mikið. Vika 8. Og svona er þetta ef ég dreg magan inn. Ég finnst þetta svo spennandi. En ég er svo stressuð. Mér líður eins og það er eitthvað eftir að gerast. Ég held að margar konur upplifi þetta að vera hrædd að eitthvað slæmt gerist. Og ég er alltaf að reyna svona að passa að hugarfara mitt fari ekki þangað út af að þú veist það eyðileggur bara fyrir manni. Þannig ég er svona að reyna bara að njóta þess að vera ekki með ógleði, vera bara þreytt og þú veist ég reyna að gera svona to-do lista sem ég gera eitthvað sem er alltaf en það virkar ótrúlega vel fyrir mig. Þegar við fórum í Snemmssonar núna hana í 6. viku þá fengum við mynd. Hvað sjáu þið út úr þessu? ég tóma sem bara, hvað erum við að horfa á? En hún sagði allavega að þetta væri mjög flott baby með fínan hjartslátt eins og er. Í dag er ég komin á vikunni og mér líður vel. Ég finn ekki fyrir neinu, ég finn ekki fyrir verki, ég finn ekki fyrir hinsunni þessum túrverki sem ég fann fyrir fyrst. Þannig að mér líður eins og sé ekkert þarna og er ekkert að gerast. Ég ætla bara að taka það próf og þú kannski líður mér betur. En þetta er alveg mjög obvious. Ok, mér finnst svo fyndið að ég hafi bara í alvörunni tekið annað próf á 9. viku. Þetta var 7. prófið mitt sem ég tók. En þið plís að segja mér ef þið hafi gert það sama. Ég fór 2 sinnum í Snemmssonar. Annar var á 7. viku og hinn var á 9. viku. Í 7. skiptið þá var bara komið barn. Það var svo magnað að sjá munin á 7. og 9. viku. Það er bara 3 vikur á milli. En á 9. viku þá var bara komið barn og við fengum að heyra hjartslátt. Og það kemur núna í næstu klippu. Það er bara það magnaðasta sem ég heyrt, sko. Og Tómas, þið sjáuð að ég var bara með Tómas í símanum. Hann var bara inn á einhverju kaffihúsi. Þannig að það er örugglega mjög skrýtin upplifun fyrir hann. En þetta var megna tilfinning að heyra hjartslátt í fyrsta sinn. Ready? Ég fílar.
Já, ég var að hringja núna þarna í fósturgreiningadeildina. Það er tilkynnt með það að bara engin snjalltæki eru leyfð þannig að Tómas má ekki vera með. Sem betur fyrir fórum við í 2 umsóknar. En við erum allavega búin að fá að sjá barnið. Jesús. En ok, vonandi bara mun allt ganga vel. Þetta er á morgun svo sagt. Það er óraunverulegt ennþá, einhvern veginn. Og óraunverulegra fyrir Tómas að vera úti, skilur hann er ekki beint með. Við vonandi fóðum bara fallega myndir, þannig ég geti sýnt Tómasi og sagt hann frá öllu. Mér langar svo mikið bara að hann klára þetta nám og drulli sér hingað sem hann er að gera. Komið að þessum degi sem ég er búin að bíða eftir. Ég skil ekki hvernig maður á að geta beðið í 9 mánuði. Ég er búin alla vikuna bara í því að hugsa þetta. En í dag er ég að fara í 12 vikna sónar. Það sem að ég fæ að vita aðeins meira en ég veit. Allavega hvenær kannski barnið kemur, hvort að barnið sé heilbrigt, það er það mikilvægasta. Þannig að verði tjekkað á svona hnakkaþykkt og svoleiðis. En ég ætla að sýna ykkur. Svona smá kúla. En ok, þið fá ekki koma með. Ég gef ykkur update þegar ég kem tilbaka. Sjáuð þið. Litla barnið. Kleikast. Ég er alveg halv eftir mig eftir þetta sko. Setjið stressuð. Ég líka. Ég er alveg að gera það sko og loka svo bara símanum sko. Ok, ok, það. Ef við segja 1, 2 og. Ok, ertu tilbúin? 1, 2 og sér. Ítru? Ítru? Nei. Ég ekki. Ok, við gerum þetta bara nú. Ok, 3, 2, 1, sér. Fuck. Ég fæ svo mikið maðan sko. Holy shit. Ég var að segja mamma er hérna. Ég var að segja henni frá því að áðan þegar ég var hjá Kristínu vinkonunni, þá fann ég svona fyrir svona búblum sem að ávist að vera svona fyrstu einkenni að þeirra að finna fyrir barninu eða eitthvað. Ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað prumpustingur eða eitthvað. Nei, þú varst með avokadostærð. Já, avokadostærð. Og þetta var avokadoprump. Avokadoprump í barninu. Já. Barnið var avokadoprumpa. En ég var að kaupa með Subway. Ég hef ekki ímyndað mér að fá með pulsu sko. Það er svo góðar. Já, en ég er búin að vera að kreifa svo mikið spicy tuna og John Juice. Það er bara eina sem mig langar í. Þú mátt það ekki. Og ég má ekkert, ég má fá mér tónfisk svona einu sinni í viku eða eitthvað. Já. Ég er óslega þreytt. Ég ætla að gefa smá update af óléttunni. Það er komin 15 vikur. Barnið er á staðar við avokado. Ég er ekki komin með þannig húlu sko. Svona. Og við dreyga hana inn. Bumbuna. Þetta er alltaf að gera stík hugsaði svo þreytt. En mér er bara búin að líða. Mér er búin að líða ótrúlega vel núna. Og ég líður þess að fá orkun aftur. Þótt sé þreytt sem seinni part kvöldsins. Það er ég alveg með meira orku yfir daginn. Það er gott. Svo er ég alltaf að borða Coco Puffs og Sirius. Sú blanda er bara must. Ég lifi ekki daginn af án þess að fá mér Coco Puffs og Sirius. Jesús. Hvað er að gerast? Þú bara var svo yfirfyrstyrti og það var svo. Góða nótt. Í dag er ég komin 17 vikur og ég er að fara í mæðravernd og þetta er svona 16 vikna skoðunin. Held að sér að fara að spjalla hvort að maður sé uppleið með kvíða eða þunglyndi á meðgöngu. Ég læt ykkur vita eftir. Svo verður að tjekka á hjartslættinum og það er bara svona eitt af því sem ég get bara ekki beðið eftir. Það er svo mikilvægt að fá þessa staðfestingu aftur þegar að líði svona langt á milli að fá staðfestingu að maður sé með barn í maganum. Eins og ég er búin að segja það margoft. Ég kannski sýna ykkur betur bumbuna eftir þegar ég er eiginlega alltaf hrein sko. En ég ætla að fara að drífa mig núna og gefa ykkur frekar eftir þetta eftir. Þessar skröðningar eru hreyfingar sko. Það er svona kringum 140. Er þetta strákur? Ég veit ekki. Það veit ég ekki. Herri, ég gleymdi að taka upp þegar ég var komin heim eftir mæðraverndina. Eins og þið heyrðu þá fekk ég að heyra hjartsláttinn og það var svo góð tilfinning. Ég tók einnig svona test þar sem var að vera að tjekka hvort ég væri með einhvern kvíða eða þunglyndi. Þess að var svona smá sem hún sá svona áhyggjur. En hún sagði að það væri mjög eðlilegt flestar konur sem að upplifa það að vera með smá áhyggjur. En annars leit allt bara rosa vel út. Og já, kannski til að sýna ykkur bumbuna. Ég ætla að sýna ykkur hana líka. Ég er náttúrulega í stærstu peysu hérna. Ég ætla kannski að fara úr henni. Rísa kósí peysa.
Sérðu naflan hann er svona stingast út. Ef við setjum maður inn. Mér finnst magi minn búinn að stækka þvílíkt, bara ótrúlega mikið allt í einu. Það bara, mér leiðir svo að hafa gert á einni nóttu. Mér langar að sýna ykkur svolítið það sem ég er búinn að kaupa. Já, ég þarf að ganga frá því dóti. Þetta er það sem á að fara inn í íbúðina þegar við flytjum. Ó nei. En ég er nú ekki búinn að kaupa þetta allt sjálf. Ég er líka búinn að fá þetta í gjöf. Sko, til að byrja með, þá eru 2 pakkar af svona samfellum. Úps. Svona ermalaus. Þetta er alltaf grútlegt. Ég verð ekki því að barnið með svona tjeppi hendur, það er aðeins svo sætt. Þetta er píku lítið. Ok, þetta. Og svo er þessi hér eru með svona ermum. Þetta er aðeins stærra held ég. Þetta gaf Ásta okkur, mamma Tómasar. Hrönn og Óskar gaf okkur þessa. Og það er að djóka, þetta er svo grútlegt sko. Ég er alltaf svona að horfa á mig í speglinum, haldandi á göllum. Ég sé eitthvað klikkvis. Gaf okkur þessa buxur líka sem er í stíl við samfellina sem að ég keypti sjálf. Og svo er náttúrulega þessi hvíta, svona síðarma. Svo erum við aðra hvíta síðarma sem að Fríða Karin gaf okkur. Ásta gaf okkur þessa hérna. Og svo keypti ég þessar buxur úti. Og þessi hér samfella keypti ég í Svíþjóð líka í Lindex. Ógeðslega sæt. Og svo keypti ég þetta hérna í barnalokkunni. Fann þennan galla. Þetta er ekkert, barnið getur ekkert notað þetta fyrir hana aðra 6 mánaða. Þetta er alltaf sætt. Ég keypti þennan galla á 1300 kall. 1300! Og þetta kostar þú veist 8.000 út í búðu eða eitthvað. Og svo þessi galli. Keypti líka í barnalokkunni. Nei. Þetta er svo grútlegt. Æi! Svo nú fer ég eftir að leika mér, ímynda mér að hafa með barn hérna. Og svo gerði Ásta hérna þetta teppi. Ótrúlega fallegt. Og í litapalettinu minni. Hún sagði það mér sjálf. Æ, þú er svo grá Arna. Heyrðu, sérðu þessa rói? Þetta er kannski svolítið mikið. Svo prjónaði amma hérna fyrir barnið hérna og það gubbar á mig eitthvað. Svo ég annað svona, sem er líka svona. Og svo þessi hér, svona klútar. Og svo svona, sjáðu hvað hann lítil, hún. Sýnum ekki hvað hann er lítil. Ó, hér hafið það. Jú, ég er að gleyma einu. Þessi skór. Ásta keypti þessa skó. Ásta er búin að missa sig. Hún er búin að kaupa helmingina á stóti hérna. Ógeðslega sætir. Ég er farin að halda þessi strákur. Fyrst þá held ég þetta væri strákur. Svo fór ég að hafa stelputilfinningu. Og núna hef ég aftur einhverja svona strákutilfinningu. Bara kemur svona, það er svona geðveikt mikið daga mismunur á mér. En svo er þetta náttúrulega bara annað hvort þannig að kemur ljós. En ég fer í 20 vikna sónarinn 28. ágúst og þá fæ ég lítið umslagurgla og í því verður kynið, held ég held að það sé gert þannig. Og ég þarf að bíða í ykkur 4 daga eitthvað eftir að Tómas kemur heim til að geta vita kynið. Ég veit ekki hvort ég get beðið. En ef ég get beðið í 3 daga eftir að segja honum að ég væri ólétt þá get ég beðið í 3 daga eftir að tjekka á kyninu. Það er ekki það mikilvægasta en það er ógeðslega spennandi. En já, ég er bara ætla að fara að drífa mig fyrir bústað. Ég og mamma ætlum að hafa degur í kvöld, ætlum að setja okkur maska og lita okkur augabrúnar. Þið sjáu hvað ég er. Vá, hvað ég er búin að vera þreytt í dag. Vika 17, þreyta. Vika 16, þreyta. Vika 15, þreyta. Vika 14, þreyta. Mjög mikið þreyta, satt að segja. Ekki gleyma að likea og subscribe ef þið fylgir mér þá sem er sérstætt subscribe takkinn. Og ef þið ítið á bjölluna fáið tilkynningu næst í posta. Takk og takk fyrir að horfa.